nútíma samfélagi tíminn ofta skornum skammti. Svo þegar við fáum fullt af auka tíma þá vitum við ekkert hvernig við að nýta hann. Hérna í þessum þætti ætlum við að líta á gagnlega leiðir til þess að nýta tímann vel. Sjálfur þá nota ég tímann mikið til þess að teikna og skissa því það getur verið mikill máttur í myndskreytingum eins og við ætlum einmitt að læra í fyrsta einslagi þáttarins. Þær Elín Elísabet Einarsdóttir og Rán Fliering voru mættar á stórfund íbúa í Miðgarði í Skagafirði. Þær voru eins og margir aðrir fundargestir mættar með blað og blýant við hönd, nema hvað að þær voru að glósa á allt annan hátt en aðrir gestir. Þær reka nefnilega teikniþjónustuna jafn óðum og voru því mættar til þess að glæða fundin lífi gegnum myndskreytingar. Við erum að skrásetja efni og umræður fundarins á myndrænan hátt. Þannig að við göngum og svona pikum upp hvað fólk að tala teiknum það og hengjum það jafnóðum upp á vegginn. Hvað ertu með núna á blokkinni til dæmis? Hérna þetta snýst að auka fjölbreytni og sérhæfingu í námsframboði á svæðinu. Ég hef eftir að teikna myndirnar en ég var að spá í að teikna einn heilaskurðlækni og einn byggingaverkfræðing eða eitthvað svoleiðis sem að læri þau náttúrulega bara hér á svæðinu sko. Hvernig koma þessar myndir til þín þegar þú færið svona setningu til þess að vinna með? Já, það góð spurning. Þetta bara aðalega það að koma svo mikið efni upp úr fólki. Það bara umræðurnar verða svo lifandi og skemmtilegar og fólk hefur fór svo mörg að segja og oft koma upp einhver dæmi sem að fólk þekkir úr sínu eigin umhverfi og þá bara auðveldara eftir því sem að kynnist líka svæðinu betur, bara hlustar meira og meira að teikna eitthvað svona sem að kemur til mann sko. Það alveg hellinga teikningum að verða til. Hvernig þetta? Þú fær ekkert mikið tíma til þess að hugsa hverja teikningu? Alls ekki, það er best bara að hugsa sem minnst. Þetta bara mest hlusta og reyna. Þetta einmitt, þú veist þetta, fólk það alls konar hugmyndir á lofti, þau eru sjálf að punkta niður og okkar hlutverk svolítið að ganga á milli og hlera og finna bara eitthvað svona þráð í því sem að gerast og setja það mjög hratt á blað og þannig verður til eitthvað svona yfirlit og við hengjum þetta upp á vegg þar sem allir geta skoðað. Það verður til eitthvað svona yfirlit og kannski eitthvað svona megin þráður í því sem að fólki helst á brjósti. Það verður þetta aldrei flókið, þú veist, maður ímyndar sér fundi sem eru kannski, maður finnst kannski efnið ekkert endilega, það er kannski fyrir eitthvað þurrt, ekkert erfitt að koma því alltaf í myndir eða að gera það myndir? Nei, það er ótrúlegt hvað maður getur fundið, sko, strax að það er náttúrulega lykillinn að svona efni sem maður heldur kannski sé þurrt. Verður strax djúsi ef það er einhver sem hefur ástríðu fyrir því, ekki satt? Og hér náttúrulega fólk sem eru sérfræðingar í þessu. Þannig að minnst aldrei erfitt að finna eitthvað áhugavert í því. Og svo náttúrulega húmórinn finnst mér rosalega gott tól, annars verður teikningin. Og teikningin hefur það að þú ert annars verið með texta sem getur verið þurr og leiðilegur eða þú ert að lesa mjög mikið til þess að fá einhvern veginn sýn inn í hlutina. Og svo ertu með teikningu. Og svo getur við með ljósmyndir, segja ég, og þær eru einhvern veginn meiri dokumentasjón á því sem að gerast. Og svo kemur teikningarn á milli og getur sagt hluti á svo áhugaverðan hátt og þá finnst mér líka einhvern veginn langbesti glugginn inn húmor sem að einhvern veginn hjálpar öllum að skilja og vera á sama stað og vita hvað við að tala og þannig koma þessar teikningar líka sér vel notum bæði þegar við að tala niðurstöður fundar eins og þessa og líka þegar fólk bara einhvern veginn safnast saman í kaffinu og að spjalla getur séð svona efni, man það heldur og nota það sem eitthvað svona útgangspunkt í að spjalla saman. Hvenær byrjaði þú að gera þetta? Það örugglega 8-10 ár síðan ég byrjaði að teikna svona jafnóðum þá var það aðalega svona brúðkaup og einhverjum svona viðburðir en núna hefur færst í augunum bara síðastlega svona 3-4 ár cirka sem ég hefur verið að teikna meira á ráðstefnum og fundum og svoleiðis sem að minnst í rauninni rosalega gleðilegt að fólk sjáu einhvern veginn virðið í því að fá teiknara og ég vil helst að það verði þannig að teiknari verði ómissandi á svona fundi einmitt til þess að bæði til þess að það veri auðvelda fólki einhvern veginn að skilja hvað er að gerast og muna það og ræðum það. Hvað gefur þetta þér að fá að taka svona þátt eins og í þessum fundi? Svona persónulega finnst mér bara ótrúlega gaman að læra mismunandi svæði á landinu. Sérstaklega gaman að fá að fara aðeins út fyrir höfuðborgarsvæðið og kynnast einhverju sem maður sér ekki á hverjum degi. Þannig að ég að læra mjög mikið bara Norðurland vestra akkurat núna.
Fá þau svo eiga myndirnar eða hvað gert við myndirnar eftir svona? Þær koma sér mjög vel fyrir SSNVF sem núna svona kúnninn, að þau geta notað þetta í sem sagt skýrslugerðir og það verður oft svona frekar þurrt svona efni sem svona niðurstöður þegar við dregnar saman af alls konar fundum og svona, þannig að þetta svona lífgar upp á efnið. Ert þú ekki að mæta hreinlega á alls konar fundi og ráðstefnur og eitthvað sem að þú myndir kannski ekki Jú, það það frábæra við þetta. Það bara eitthvað svona hluti sem ég hefði aldrei eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, raforku, iðnaður eða eitthvað svona dót sem ég bara veit ekkert og finnst kannski ekkert áhugavert fyrirfram. En það ótrúlegt hvað það getur verið skemmtilegt þegar maður, eins og ég segi, þegar það ástræði fyrir einhverju, þá bara, það einhvern veginn leiðilegustu mál mjög skemmtileg. Og hérna þú búin að þá bara safna þeirri þekkingu einhvern veginn saman, læra helling, binda þá í myndum líka, þannig að það auðveldar að muna það? Já, og auðvitað svo náttúrulega vinnum við þetta allt saman hér er náttúrulega fólksvæðinni sem veit miklu meira en við, þannig að við vinnum þetta auðvitað alltaf með fólki sem veit og getur ráðlagt að koma með innspýtingu, þannig að ég segi ekki að maður komist mjög djúpt í málin, en þetta náttúrulega oft, og það svona, sérstaklega sem þú segir þetta þarf að gerast rosalega hratt, þannig að ég held að maður nái kannski einhverju ákveðinni yfirsýn með þessu. En fyrir það sem að horfa núna og að spá í að vera með ráðstefnu eða málþingi eitthvað, við ætlum að hvetja til þess að taka þetta inn og poppa þetta aðeins upp, eða ekki? Endilega, jú, algjörlega. Bara hafa samband við okkur. Frábært, það geta ekki truflaði meira, það nóg að gera. Já, það alveg brjálað að gera. Hvað langar mig að gera áður inn í deg? Já, þegar stórt spurt þá oft fátt svör. Því getur verið gagnlegt að nýta tíman vel til þess að pæla í stóru spurningunum í lífinu og setja sér vel markmið. Hérna næst ætlum við að líta á skrifað á vegginn sem verkefni sem að hvetur mann til þess að gera einmitt þetta. Hvað það sem ég langar að gera áður inn í deg? Já, þegar stórt spurt. En hvað með þig? Hvað langar þig að gera áður en þú deyrð? Á Amtsbókasafninu á Akureyri stendur nú veggur sem fær mann til umhugsunar þessa stóru spurningu sem snýr að því hvað skiptir mann sannarlega máli í lífinu. Þar gefst manni nú tækifæri til þess að deila þessum hugsunum, pælingum, draumum og þrám með öðrum og síðan lesa það sem aðrir hafa skrifað. Já, en hvað það sem mig og þig langar að gera áður en við deyjum? Á með við hugsum málið ætla Berglind Marie að segja okkur frá veggnum og pælingunni á bakviðan. Ertu til í að segja mér aðeins frá hugmyndinu og pælingunni á bakvið þennan vegg? Já, það sem sagt listakona að nafni Candy Chang, hún upphafskona veggsins Before I Die og fyrsti veggurinn reis sem sagt í New Orleans árið 2011 og síðan þá bara hefur hann orðið ævinsæll út allan heim og hliðstæðir veggir hafa bara sprottið upp eins og gorkúlur og nú hér í fyrsta sinn á Íslandi, það var sem sagt Bryndís systir mín sem sótt leyfi fyrir veggnum á sínum tíma og í upphafið þá gekk svolítið erfiðlega að finna veggnum stað af því hann getur ekki verið utandyra hér á Íslandi líkt og erlendis, bara eins og gefur að skilja, getur bara lent í einhverju slagviðri, þótt það sé ekki núna. Þannig að en núna loksins fundum við veggnum stað hér á Amtsbókasafninu og hér passar hann bara alveg ótrúlega vel, því hér háttur loft og þetta almanna rými og margir sem eiga hér leiðum. Og hvernig hefur það verið? Hefur veggurinn fyllst af orðum og þegar hreinlega þurft að þurrka einhver út? Já, það bara þannig. Hann fyllist rosalega hratt. Það eru 120 línur á veggnum og tekur alveg svona nokkra daga fyrir vegginn að fyllast. Og þegar hann orðinn fullur, þá kannski leyfum við línunum svolítið að standa og síðan þurrkum við allt saman út svo að fleiri komist að. Og eins og staðan núna, þá held ég að hann sé búin að fyllast svona, ég giska 8 sinnum. Eitthvað svo leys. En gerið eitthvað með þessi orð, safnið saman orðunum áður en þið þurrkið út? Já, við reynum að vera dugleg við að taka myndir af öllu saman og skrásetja og deila á samfélagsmiðlum þannig að flestir ná að njóta og velta fyrir sér og fá innblástur og hugmyndir og síðan langar hann að Bryndísi að taka þetta eitthvað lengra jafnvel, kannski gera bók eða eitthvað álíka. En þetta eru væntanlega alls konar setningar sem að koma hérna og alls konar draumar sem þið sjáuð í setningunum. Hvað hefur komið ykkur svona helst á óvart? Það bara alveg ótrúlega skemmtilegt að sjá hvað fólk skrifar. Og það kannski svona smá kynslóðabil, börn skrifa oft framtíðadrauma og hvað þau vilja verða þegar þau verða stór og það ótrúlega gaman að sjá alla draumana þar, verða geimfari, verða sálfræðingur,
verða bókasafnskona, þú veist, og það bara alls konar draumar og svo kannski fullorðna fólki það meira svona að lifa í sátt við sig og aðra og og líða vel með sjálft sig og svo framvegis. Það kannski þessar ólíku áherslur á meðal kynslóða, það samt ekkert endilega þannig en ansi oft og það mjög skemmtilegt að sjá og bara sjá einhvern veginn bara allan kærleikin, þú veist, það snýst allt bara að elska og vera elskaður. Það eiginlega rauði þráðurinn í þessu öllu saman. En þessi veggur hérna, sérðu eitthvað mun á því hvernig fólk skrifar á hann? Já, það svolítið svona mismunandi. Sumir skrifa hérna fremst á vegginn og vilja hafa vini og vandamenn með sér og gera svona smá athöfn úr þessu. En svo eru aðrir sem kannski taka nokkra daga í að melta það sem ætla að skrifa og kannski síðan laumast svona einir svo lítið beri á svona bak við vegginn og skrifa eitthvað þar. Og eru þá greinilega að gera þetta svona fyrir sig prívat. Og það bara sjálfsagt líka, bara fólk verður að hafa þetta bara eins og það vill. Ert þú búin að skrifa á vegginn? Já, ég búin að skrifa á vegginn. Það tók mér smá tíma samt, ég átti svo erfitt með að velja eitthvað. En viltu bara vita hvað það er? Já, endilega. Já. Ég skrifaði að mér langaði að ferðast meira. Kannski ekkert voða frumlegt, en það samt það sem ég vil gera í lífinu. Markmiðið með veggnum, það fær maður dálítið til þess að hugsa það. Hvað er það sem skiptir mig máli? Já, veggurinn þröngar manni svolítið í þessa pínu óþægilegu stöðu að þurfa að forgangsraða. Fyrirsögnin svolítið stuðandi áður en ég dey, en það viljandi. Því að fólk einhvern veginn forgangsraðar ekki öðruvísi nema að hugsa virkilega hvað það vill gera í þessu lífi áður en þessari jarðvist lýkur. Og fyrir krakkana þá kannski hugsa þau ekki alveg svo langt, þannig að það kannski meira það sem bara það sem langar í dag eða í þessari viku. Krakkarnir eru oftast meira í núinu Það samt allur gangur á því, en þau svona hugsa voða mikið bara mér langar í kísu, mér langar í hund og mér langar í ís sem bara yndislegt og en svo líka sem hugsa lengra en og hugsa kannski líka umhverfismálin eru ofarlega á baugi líka, þú veist, endurvinna meira, að fólk hætti að menga og allt svoleiðis og það bara frábært. Líka eitthvað mjög persónlegt, sér maður bara stendur að bróðir minn hætti að vera með ofnæmi, þú veist, þetta rosa fallegt og persónlegt. Já, kannski líður bróðunum mjög illa og þú veist, þessi vill greinilega ekki að honum líði illa og það bara mjög fallegt, þú veist, og líka annars stendur bakvið, þú veist, að einhverju vilja hitta aftur ástina í lífinu og eitthvað svoleiðis, þetta oft mjög einlægt eða, þú veist, að fjölskyldumeðlimir nái saman aftur og oft smá sársauki líka, Þetta eins og þið áttu von á? Þetta bara enn betra og enn skemmtilegra. Bara veggurinn hefur bara við hefum fengið gríðarlega góð viðbrögð við veggnum og fólk bara rosalega duglegt við að skrifa á hann og þetta bara gengur rosalega vel. Þetta eitthvað sem örugglega gaman að halda áfram að vera með það því að þú hlýtur að geta fengið endalaust einhverjar nýjar tillögur og ný orð. Já, það spurning. Það kannski væri eitthvað. Það spurning hvort að fólk væri til í að skrifa áfram á hann bara. Það eitthvað til að hugsa En rauði þráður nýjum saman, það elska og lifa á nöfn. Já, það algjörlega þannig. Hérna næsta dagskrá örstutt auglýsingarhlé. Það gefur okkur einhvern tíma til þess að velta fyrir okkur spurningunum sem við vorum að velta upp í innslaginu. Mögulega ekki nægan tíma samt, en við getum allavega byrjað og kannski fengið okkur eitt góðan kaffi með því. Mörg tengjuðu eflaust við það að átt erfitt með að synda í upplýsingaflóðunum COVID-19 og margir verið eflaust nálagt drukknun. Þetta ætti að kenna okkur það að beita gagnrýni hugsun á þær upplýsingar sem við fáum og taka ekki öllu sem sjálfsögðum hlut. Hérna næst ætlum við einmitt að fjalla þetta, gagnrýna hugsun og falsfréttir. Það sannarlega auðvelt að týnast í upplýsingaflóðinu sem við höfum aðgengi að í nútíma samfélagi. Hvaða upplýsingar eru sannar og réttar og hverjar eru rangar og falskar. Munurinn þarna á milli ekki alltaf augljós, enda stundum sem upplýsingar eru viljandi settar fram með fölskum hætti, með það eitt að markmiði að blekkja.
Hvort sem þær eru viljandi rangar eða ekki, þá viljum við öll byggja eigin þekkingu á sönnum og réttum upplýsingum og þá gagnrýnin hugsun vopnið sem við höfum til að greina þar á milli. Í Blönduskóla á Blönduósi hittum við nemendur og kennara sem taka nú þátt í verkefni sem miðar að því að vinna með þessa þætti. Verkefni heitir Brains for Europe og það Erasmus Plus verkefni. Við byrjum á þessu í fyrra og það samstarfsverkefni 6 landa og 5 grunnskólar sem í Rúmeníu, Tyrkland, Pólland, Spánn og okkur. Og markmið verkefnisins að efla sem sagt gagnrýnin hugsun í börnum og efla þeirra sem sagt finna út hvernig heilinn virka og hvernig við getum nýtt þetta í námi til að dýpka skilningin og ekki vera bara með yfirborðskennda staðreyndir. Fréttir, það eitthvað sem að þið eruð að skoða, lesa eða horfa á? Nei, ég ekki með mikinn áhuga. Ég meina, ég horfa á sjónvarpsfréttir bara hjá matarborðinu en ekki sérstaklega mikið annað. Hvar horfir þú á fréttir? Kannski ef ég fara í Facebook eða eitthvað og að poppingar fréttir upp, skoða þær stundum, annars bara í sjónvarpinu þegar amma heima á mér. Og þegar þú ert að lesa þessa fréttir eða skoða þessa fréttir, ertu að velta fyrir þér hvort þau séu sannar eða mögulega eitthvað rangar? Ef þetta eitthvað rosalegt, þess að dáið eða þessi gerði eitthvað af sér eða eitthvað, þá tjekka ég náttúrulega fyrst hvort það sé rétt eða ekki, en annars heldust heilina að það sé rétt, þannig að maður leitar ekki það uppi. Hvað mikilvægast þegar maður að lesa svona fréttir til þess að vera varðbergi gagnvart ósönnum fréttum? Bara ekki trúa allir sem þú sérð, ef þetta mjög, eins og rosalegt, eins og að maður sagði, þá googla ég það oft bara senna og til að finna út hvað þetta satt. Ég les ekkert mikið frétti, ég sé það bara stundum á símanum og ef það svona nær auganu þá les ég það. Eru þið meira að rekast á frétti til dæmis á samfélagsmiðlum heldur en eins og í sjónvarpi eða í dagblöðum? Já, ég sé stundum á Instagram ef einhver frægur deyr og googla það stundum og sé hvort það sé rétt eða rangt. Hvernig getur maður séð hvort að frétt sé fölsk eða ekki? Það er bara það venjulega, maður googla hvort það er rétt, svo ein vefsíða sem hægt að fara inn á sem kíkir hvort að fréttir eru rétt eða rangar. En getur maður verið viss um það að Google viti hvort að frétt er fölsk eða ekki? Maður getur ekki alltaf verið viss, en ef maður sér marga aðla segja þetta sér rétt, þá er þetta líklega rétt. En nú eru fréttir víða, þær eru í dagblöðum, sjónvarpi, þær eru á netinu og svo á samfélagsmiðlum. Er einhver ein leið hættulegri en önnur? Það er erfitt að meta. Ég held það hættulega bara fréttir sem betast á neti, sem kannski ekkit í Morgunblaði, heldur bara í einhverjum netmiðlum sem mann þekkir kannski ekki vel. Því það er svo auðvelt að skrifa eitthvað á netinu. Það er svo auðvelt að skrifa eitthvað á netinu og það er ekki bara fréttamiðlar sem eru að birta upplýsingar, heldur bara einstaklingar. Það hafa einhvern veginn allir rödd í gegnum samfélagsmiðla og það getur bæði verið gott en líka hættulegt. Jú, ég til þetta náttúrulega mjög hættulegt líka gagnvart einelti í skólum. Það er þetta mjög hættulegt. Það er svo auðvelt að skrifa bara eitthvað annan án þess að gagnrýna hvað þetta getur haft í för með sér. Hérna í skólanum þá eru þið hvött til þess að velta fyrir ykkur gagnrýni hugsun. Hvað er gagnrýni hugsun? Kannski svona viðbrögð okkar einhvern veginn gegn því sem við erum að sjá, horfa eða verða vör við. Bara hvernig við hugsaum eiginlega út í það, bregðumst við. Af hverju er mikilvægt að velta þessu fyrir sér? Er ekki bara ágætt líka bara að trúa því að allt sem er í fréttunum sé rétt og örugt? Ef maður trúir öllu, það er ekki það gott. Það getur sett þannig að vonda hugmynd á hluti sem gerast í alvöru. Og það er bara ekki rétt. En er það mikilvægt að hugsa svoleiðis, já ekki bara þegar maður lesa fréttir, heldur bara þegar maður lesa bækur eða bara hlusta fólk tala? Já, því ef maður myndi lesa einhverja ævintýr og segja, þá getur maður ekki bara að fara að hugsa að einhver risastór ormur sé til eða eitthvað þannig. Já, maður er alltaf að velta þessu fyrir sér. Hvernig finnst þið staðan að vera á gagnrýni hugsun svona almennt hjá krökkunum? Mér finnst þetta frekar slæmt. Yfirleitt ef mann er svona verkefnavinnu, þar sem þau eru að rannsaka eitthvað sjálf og finna út, þá er bara að opna Google sjálfsögðu fyrst og það er bara að teka fyrsta upplýsingar sem er til staða. Og það er bara mjög fáir bara kafa dýpra. Þeir taka bara það sem er hér og það lítur að vera svona og þá fær man bara að skila verkefni sem er bara alls ekki ígrundað.
En þessi gagnrýna hugsun sem að krakkarnir að læra hér, hefði ekki fleiri gott að því að læra gagnrýna hugsun? Hefði þeir ekki bara öll gott að því að sitja nákvæmlega þetta námskeið? Já, ég tel þetta vera alveg næsulegt fyrir fleiri, ekki síst okkur sem í þessu verkefni. Þetta náttúrulega gott fyrir allar að hugsa aðeins dýpra út í veröldin okkar. Margir hafa síðustu daga og vikur eflaust náð sér í vel rúmlega þann auka skammt sem maður þolir af stressi og streitu. Og við styrum að tala gagnlegar leiðir til þess að eyða tímanum, þá ætlum við næsta eyðunum í smá hugleiðslu og leiðir til þess að takast á við stress og streitu. Það virðist oft auðveldara í daglegu lífi að ná sér í auka skammt af stressi og streitu frekar en að finna leiðir til þess að draga úr því. Ein leið væri þó að heimsækja Sólveigu og Unnstein í Kyrrðarhofinu í Eyjafjarðarsveit. Þau hafa bæði tileinkað mikið af sínu tíma í leit af leiðum til að lifa í betri takti við lífið. Hér ætlum við því aðeins að sleppa takinu, slaka á og heyra hvernig þetta byrjaði allt saman. Það má segja að það byrjaði svona 2010 hjá okkur svona að þróast hugmynd sem að koma eiginlega upp úr atvinnuleysi. Ég var atvinnulaus og sá auglýst námskeið hjá Brautagengi á Akureyri, Háskólanum Akureyri og var með einhverja svona hugmyndir að mér langaði alltaf að búa til einhverja vöru og fara að selja og skráða með námskeið til að læra að stofna fyrirtæki. En síðan þróast svo hugmynd yfir í hugmynd okkar beggja að svona ferðaþjónustu fyrirtæki sem væri með svona ferðir, upplifun og gistingu í svona litlu mælikvarða, svona sem sagt bara hæg ferðaþjónusta. Sólveig og Unnsteinn hafa síðan smám saman verið að safna sér kunnáttu og námskeiðum til að geta boðið upp á þá upplifun sem þau sáu fyrir sér. Sem sagt jógakennaranámi, meirapróf til þess að svona koma stafla upp í að vera svona gjaldgeng í þessu fyrirtæki og einnig líka bara sem sagt jóga nýtra sem svona jóga svepp námskeiðum og hvíldarjóga og að spila gong og Unnsteinn líka í markþjálfun og hvað fleira er það? Já, bara ýmislegt fleira. Já. Ég hef unnið semst svona 20 ár við fólk og mjög gaman af fólki og vinna með því. Og vinn hérna á Laugalandi sem er bara rétt hérna hjá mér, búin að vinna þar sem meðferðarþjálfari í 11 ár. Og svo er ég búin að vera að afla mér ýmsa menntuna eins og markþjálfun og áhugahvetjandi samtalstækni og svo er ég líka artkennari sem er kennsla í félagsfærni og siðferðilegri rökræði og reiðistjórnun sem að, þú veist, ég er með nokkuð verkfæri svona í minni kistu til að nota þegar ég er að vinna með fólk í samtölum. Í Kyrrðarhofinu tekst þeim að sameina áhugamáli sín, þótt mismunandi séu, því í grunninn snúast þau leiðir til þess að láta okkur líða betur. Og við vorum bara svona að reyna að ná, hvað maður segja, þessum hring sem myndi bara passa til þess að geta síðan farið að vinna með bara fólk og deila okkar reynslu og þekkingu á svona heilbrigðan og góðan hátt. Og svo getum við, svo sem erum við alltaf, ég er alltaf að hugsa er þetta kannski síðasta námið en svo er ég núna í báinámi. En kannski verður það síðasta. En þetta er allt til þess að bara, við erum bara svona einhvern veginn, okkur langar bara að vera svona einhverju græðarar sem að hjálpa öðrum og hjálpa okkur í leiðinni. Kyrrðarhofið sjálft er mongólsk jurt sem er hvorki tjald né hús, heldur bygging sem er einhversstaðar þar á milli. Pælingin með þessu er að búa til upplifun sem er sem næst náttúrunni. Þannig að þetta við sem ekki í steypu eða tré heldur sem næst náttúrunni. Og ég trúi því að það svona virki best fyrir fólk en það segja allir sem koma inn að það sé sérstök tilfinning og svona eitthvað nálað við náttúruna sko. Það er mjög gaman að heyra það að það tekist þetta vel til að búa þessa tilfinningu til eða strax sem mann stíga inn hurðina sko. Við upplifum það líka að þetta heldur svona utanum hópinn, utanum fólk, þetta er svona umfaðmandi einhvern veginn og allt hljóð það einhvern veginn svona dvelur hér og já, dreifist hvern einasta flöt hér inni. Það er ýmislegt sem gengur á í lífi Sólveigar sem verður til þess að hún ákveður að taka nýja stefnu í lífinu og breyta til. Ég gengi í gegnum
þessi ekki ég veit ekki hvort ég að kalla áföll, en svona storma, það þetta atvinnuleysi og síðan fer ég að safna námi og halda áfram og fer að vinna sem leiðsögumaður og kennari á veturnar og í svolítið hraða og svolítið að gleypa heiminn og hlaupa á hjólinu. En þá bara smátt og smátt fer ég bara að fer ég svona að finna einkenni þessara svo kallaða burnout, segja kulnunar. Það sem þú eiginlega missir tilfinninguna bara fyrir öllu, fyrir sjálfur þér og fyrir öllu í kring og þú svona hættir að geta hvílst og þú hefur kvíða en veist ekki við hverju. Þannig að ég fór á bara hreinlega þurfti að hægja á mér og fór í veikindaleyfi og gerðist ekki strax neitt bati en það sem ég hugsaði alltaf ég hugsaði hvað viltu Sólveig? Þá hugsaði ég alltaf að svona bláan, kyrran sjó, hvítan sand, kyrrð og frið og ekkert áreiti. Það það sem ég þráði þegar ég var hana sem best. Og upp úr því spratt þetta þetta nafn, Kyrrðarhofið, síðan seinna mér. Því að við vorum alltaf með þessa hugmynd að vera með þetta, að vera með þessa dvöl fyrir fólk og upplifun. Og upp úr því, síðan í þessu veikindaleyfinu mínu, þá bara var ég alltaf bara með þetta markmið náttúrulega að ná bata og fór síðan bara að finna mína leiðir sjálf, lesa bækur, hlusta bækur, fara út að ganga og bara fara í kyrrðar og slökna viðburði á Akureyri og víðar. Og síðan bara þróast þetta og ég myndi segja að ég hefði náð batanum svolítið á því að vera í kyrrð og hvíld. Og ég mæli bara með því að og þess vegna líka höfum við svolítið verið bara upp úr þessa, því ég hef mikla reynslu af burnouti, að þá langaði mér bara til þess að hjálpa fleirum og mér langar og okkur langar til að gera þetta að vera svolítið að einblína fólk sem er þreytt, með kvíða, svefnleysi, bara þráir frið og hvíld og vera laus við áreiti, ekki vera bara eiginlega bara hugsunarlaus. Þú þarft ekki að horfa út gluggann, það ekkert hljóð, þú bara fylgir og tekur leiðsögn. Og þannig gerast hlutirnir, bara ef þú gefur og sleppir alveg þokkanum. Þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti. Markmiðið var að finna gagnlega leiðir til þess að eyða tímanum. Þannig ég vona að þið ekki eftir að vera í neinum vandræðum með að eyða tíma næstu vikuna. Þangað til í næsta þætti segjum við bless, sjáumst.